Takk fyrir og komið sæl. Gaman að fara og vera með ykkur í dag. Áður en ég byrja þá ég með nokkrar spurningar fyrir ykkur. Þið til í að bara svona örfáar? Þið til í að tala þeim saman, bara upplýsa hvort annað það sem stendur hérna? Ég gef ykkur svona 3 mínútur í þetta. Ok, ef að segja þetta gott. Maður sjá, fundið einhvern sem ekki á Facebook? Maður sjá, hvað fundið margar sem ekki á Facebook? 1, þarna, 2, 3, ok, svona 5 mann, 6 hérna inni, frábært. En hvað eru margir sem geyma myndir á netinu einhvers staðar? Maður sjá það. Geyma myndirna sínar á netinu? Frábært. En hvað eru margir sem blogga? Maður sjá. Hvað eru margir sem blogga? 1, 2, 3, 4, 5. Það er svona jafnmargir eru á Facebook. Aha. En hvað eru margir sem hafa fundið eitthvað spennandi tímarit, vefrit sitt eigið fag sem þið kíkja á svona einu sinni tvisvar í viku með svo stig? Já, á netinu. Þetta er svona ágætt en svolítið sorglegt að fleiri skuli ekki að fundi eitthvað gagnlegt. Ok, það eru 5 hlutir sem ég langar til að þið takið með ykkur í dag. Ég hef korter til að tala 5 atriði, 1 yfiratriði og 4 punktar. Svona PowerPoint. Og fyrsta atriðið er það að þegar ég hugsa starf mitt sem kennara og starf, hvað eru margir sem eru kennarar, ekki skólastjórar, bara kennarar og ekki bókútgefendur, heldur kennara. Ok, ég að tala við rúmlega helmingin á fólkinu. Svo þið skólastjórar þið að nota það sem ég segi ykkur til þess að styðja við kennaran ykkar og kannski að blogga sjálfir. Já, fyrsta atriði sem að þarna mig langar til að tala við ykkur er það að þegar ég er kennari, ég verð meira og meira átta mig betur og betur á þessu og ég vona að mig standi mig svona smám saman þokkalega, en sem kennari þá er ég leiðtogi. Ég hef það hlutverk að leiða ákveðinn hóp nemenda eitthvað áfram. Og ég er ekki stjórnandi að segja þeim hérna áfram gerið þetta, heldur að tæla þau, draga þau eitthvað þar sem að það gerist eitthvað nýtt í þeirra lífi, þau uppgötu eitthvað nýtt, ég er að reyna að hjálpa þeim að læra, ég er að reyna að hjálpa þeim að verða góðir kennarar, það er svona mitt hlutverk í lífinu og þið eru kannski að leiða þá og þau og þær, ég þá átti að vera góðir smiðir eða múrarar eða gullsmiðir eða hárgreiðslu fólk og bara hitt og þetta og við gerum það með því að leiða fólk og það er eitthvað hlutverk sem ég held að við ættum aðeins að hugsa oftar að hvernig leiði og hvaða aðferðir noti við það að leiða. Og í dag höfum við fengið verkfæri upp í hendurnar sem eru gífurlega gagnleg fyrir leiðtoga. Þau eru ókeypis, þau liggja á netinu, þau eru í símanum þínum,
þau eru í iPad-inum, þau eru í fartölvunni og bara rosalega aðgengileg og þægileg að nota og við köllum það á félagsmiðla. Og það núna þetta var aðalpunkturinn, vertu leiðtogi. Næsta mál það að skoða 4 atriði í sambandi við það hvernig þú getur notað félagsmiðlana til þess að vera þessi leiðtogi. Og eitt sem ég að taka eftir mig sjálfa mig það að félagsmiðlarnir þeir hjálpa mér til þess að þroskast í þessu hlutverki. Það kom alltaf nýjir möguleikar og hugsunin það hvað get ég gert með nemendum mínum í gegnum þessa miðla, það fær mig til að vera alltaf á tánum að hugsa hvernig get ég þroskast sem kennar og verði betri og betri leiðtogi fyrir nemendum mína. Þannig að nú ætla ég aftur að kveikja skjávarpanum og skipta fyrir. Fyrsta lagi, það sem að félagsmiðlar geta gert fyrir okkur að hjálpa okkur að vera í sambandi. Og eitt af það eitthvað sem við skiptir okkur máli, að við viljum vera í sambandi. Ef ég nemandi þá vil ég vita hvað að gerast. Og þið heyrðu áðan í Tómasi, hann sagði, það fyrsta sem þau gera að fara á netið, að fara í síman, að athuga hvort það sé ekki frí hjá einhverjum. Og ég veit að þið flestir eru að bjóða upp á SMS-þjónustu, þannig að nemendunum fá SMS og jafnvel tölvupóst þegar það frí í tímum við einhver veikur eða eitthvað svoleiðis. En þarna, með því að nota félagsmiðlana, eins og Facebook og Twitter, að þá ég að bjóða nemendum mínum aðeins meira. Ég að bjóða þeim upp á að það sé fram og tilbaka. Ég svara ekki þessu SMS skilabóðum að Sigga sé veik. Það bara one way, það bara einhver server sem sendir það út. En ef við höfum áhuga á því að nemendur okkar axli ábyrgð á sjálfu sér í námi sínu og þroskist til að vera fullorðnir námsmenn og sem eru stöðugt að læra sjálfur í lífi sínu, að þá þurfum við að gefa þeim eins mikla stjórn og þau geta haft á náminu sínu strax. Ég tek eftir því þegar strákarnir mínir fóru upp í framhaldsskóla, þá voru þeir ennþá í þessum stellingum að vera börn sem var sagt hvað þau að gera og hvernig þau að hegða sér. Og þau koma bara inn, þau vita ekkert hvað að fara að gerast í kennslustundinni og reyna helst að vita sem minnst það og þetta bara einhver hapning, það bara gerist eitthvað. Í staðin fyrir að vita í dag fyrir við kafla 3 og ég búin að lesa hann og ég undirbúin og félagsmiðlarnir geta hjálpað okkur. Og eitt að finnast sem ég lærði einu svona á ráðstefnu, það voru stelpur í Þrándheimi sem hefðu verið að gera tilraunir með það að fá kennarana til að taka upp 2-3 mínútna myndbönd næsta tíma. Þannig að þau tóku upp bara í næsta tíma þá munum við tala kafla 32 og taki sérstaklega eftir því sem stendur á blaðsíðu 159, það í raun og veru aðalatriði í því sem við ætlum að læra. Hvað fannst nemendur þau græða á þessu? Þeim fannst þau vera hluti af heild. Þeim fannst þau vera með. Og það næsti punktur að þarna við viljum standa þétt saman. Við viljum finna fyrir því að við erum hluti af hóp. Og bæði svona bara að fá skilaboð hvað að fara að gerast. Og það var svolítið fyndið að vídeóið skildi hafa þessi áhrif að þeim fyndist þau vera hluti af heil bara þau horfðu á vídeó, þau voru ekki í neinum samskiptum í raun og veru, en þau fengu þetta. Þannig að það svona næstu punktur. Við viljum vera í sambandi, við þurfum að vita hvað framundan og félagsmiðlarnir bjóða upp á þetta að þú sért að senda skilaboð og fái líka viðbrögð tilbaka. Þannig að þarna ég nota til dæmis hérna sjáðu mynd af Facebook-grúppunni fyrir námsbrautina mína og svo ég svona stundum að prófa mig áfram með Twitter. Það svona 2 miðlar sem eru gagnlegir hvað þetta snertir. Nú, og ég veit að nemendunum búa oft til Facebook-hópa og kannski eru eitthvað sem eru farin að nota Facebook-hópa fyrir hvert námskeið eða hvern hóp fyrir sig. Og ég finn það á mínum nemendum, þau eru mjög þakklátt fyrir það og málið að skilaboðin berast svo hratt.
Ég get sett skilaboð á námsnetið og það tekur heila viku fyrir þau að fatta hvað var að gerast. Ég set skilaboðin á Facebook, þá eru allir með á nótunum áður en nóttin kemur. Það bara svoleiðis. Ok, stöndum þétt saman, verum sem sagt, það er eitt sem við vitum í gegnum rannsóknir á námi og kennslu, að eitt það mikilvægasta í sambandi við það að búa til og hafa á og íta undir og þroska áhuga á náminu er að nemendum finnist þeir vera hluti af heild. Ég skipti máli, ég einhver þarna inn í þessum hóp. Og félagsmiðlarnir, þeir geta hjálpað okkur að teygja þetta út fyrir bara kennslustofuna, að hópurinn hérna saman, við erum að vinna að einhverju saman, og við höfum Facebook sem við flestir eru á. Það eru líka til viðbætur við WordPress vefi sem heitir BuddyPress, sem getur breytt WordPress vefnu þínum eða óttum að svoleiðis í félagsnet, og svo eru til sérstök net, bara sérstakir svona hópar eins og Ning sem eru svona bara social network, og það eru til fleiri, þannig að þú menn lokka sér sérstaklega þar inn. Sumir nota Facebook, sumir nota svona sérstakt, og sumir nota félagslega möguleikana í blogginu sína. Og hérna aftur Facebook hópurinn minn og svo svona Ning net, og þetta snýst fólkið. Þarna, og af hverju erum við að safna nemendum saman í kennslustofu, af hverju erum við safnaðir saman á netið? Við lærum af því að sjá aðra læra. Þannig að það er ábyrgð okkar sem kennarar að búa til þennan hóp. Við gerum það með því að vera með einhverja icebreaker í upphafi námskeiðsins og hópvinnuverkefni og hitt og þetta til að láta fólk vinna saman svo það læri saman. Þetta er viðbót sem við getum bætt við. Og þið sem eru með, já, látum þetta döða. Nú, svo næsta málið að við vitum það líka að við lærum mest ef við fáum að gera það. Og ég nú að sjálfsögðu að predika yfir sannfærðu fólki hér, þið eru öll á fullu að láta þau gera alls konar hluti. Bera á borð, leggja á borð, blanda kokteila, múra veggi, klippa hár og allt þetta. Þannig að nemendin ykkur er alltaf að gera hlutina. En félagsmiðlarnir geta bætt einhverju við. Eitt er að kunna gera hlutin, en kannt að tala hann, kannt að ígrunda hann, kannt að velta fyrir, kannt að tala það frá ólíku sjónarhornum. Og þar getur verið áhugavert fyrir þau til dæmis að búa sjálf til kennslumyndbönd og nota YouTube til þess, eða skrifa leiðbeiningar, safna sama tí sem við þið sjáu þarna út í horni mynd af Wikipedia, en sem sagt Wiki er eitt af þessum tólum sem við notum til þess að skrifa saman. Þannig að hópurinn getur skrifa saman, og þetta er fullt af skemmtilegum verkefnum sem bjóða hópum upp á það að vinna saman. Þau geta verið heima að læra og skrifa í sama skjalinu, og það er hægt að gera þetta í kennslustundu. Ég gerði það upp í MK daginn, að þá voru allir að skrifa í sama skjalinu bara inn í kennslustofunni. Þannig að það er líka hægt að nota þessum félagsmiðlum bara í kennslustofunni. Þannig að gera eitthvað, og miðlarnir bjóðu upp á þessa, að minnst til þetta sem snýst það að nota orð til að gera hluti og ígrunda það sem maður að gera. Þú getur látið þau búa til myndbönd, þú getur látið þau blogga, þú getur látið þau skrifa, fullt af skemmtilegum miðlum sem og gaman að prófa hitt og þetta. Og hérna er sem sagt mynd úr stúdíó, það er ekki nema eitthvað skóla sem er með svona stúdíó, upp í stýrimannaskóla, en það myndir nú ljót hérna, en hérna er líka sími sko. Við erum öll með vídeómyndavél, langt flest með myndavél í vasanum, og það er með sér klippiforrit á símanum mínum, þá fylgdi með og líka á þínum. Þannig að þarna bara fylgdi með. Nei, ég prófaði þetta, ég hef einu sinni prófað það, og það er ekkert voða flókið. Þannig að þetta maður getur alveg. Þannig að sko, þetta er bara dæmi hluti sem við getum látið að gera, og krakkar hafa gjarnan gaman af því að búa til vídeómyndir, það veit ég. Og svo er þetta að slá í gegn. Við viljum að slá í gegn, er það ekki?
Eða hvað? Nei, ekkert endilega. En sko, fjórði punkturinn minn er þetta að þú sem kennari, ég sem kennari, við getum búið til efni, hvernig ætla ég að skrifa þarna kennsluefni? Ég var nú að tala við hérna nefndum mín áðan og þau eru að fulla að búa til námsefni endalaust, jafnvel þó þau fá ekki aukalega að borga fyrir það, en kannski er þetta að koma í verð síðar, og það er nefnilega svolítið sniðugt að við höfum svona hluti eins og svona blogg, WordPress er bloggkerfi, að ég sem leiðtogi nemenda minna eða bara leiðtogi mínu fæi, menn það er fullt af ykkur sem það er kannski 2 á landinu sem að vita svona álíka mikið og þú eitthvað ákveðið svið. Hvað situr eftir þig? Við vitum að það er einn kall sem vissi allt viðartegundur og einhverjum af iðnskólanum er svona safn hans af öllum þúsundir af viðartegundum. Nú er tíminn búinn. Má ég fá 2 mínútur í viðbót? Ok. og þarna með því að blogga að þá getur þú smám saman byrjað að búa til efni og sem síðar verður að kennslubók. Það eru mjög margar af þeim bækum sem eru að seljast fyrir milljónir núna úti, mjög margar bækur sem hafa mikil áhrif á umhverfið sitt, hafa einmitt byrjað sem blogg. Og svo taka með bloggefnið og raða því upp og skrifa upp bók og selja bækurnar. Þannig að þó það hafi verið, og svo fenguðu viðbrögð líka með hann, frá nemendum eða öðrum sem viti eitthvað efnið. Þannig að hvernig var að prófa bara að byrja strax að skrifa námsefnið, hafa það bara opið á netinu, nemendunni lesa það, þú byrðu þá að bregðast við og einhverja aðra kollega, svo eftir 2 mánuði eða 5 mánuði eða 2 ár, þá áttu komið nóg í bók. Og svo færðu hann til að gefa hann út. og svo hitt atriðið, hérna eru svona smámyndir, hérna er mappan mín hjá Google með gömlu húsunum. Hann Leifur Ísleifsson, vinur minn fyrir sunnan, hann var að kenna á svona gömul hús og hann fekk þessa myndi gefins hjá mér til að hann vildi geta sýnt nemendur sínu dæmi glugga og hurðir og svo framvegis. Og þú ert með símaði gangandi út allan bæ og svo tekur mynd klikk og svo þegar þú kemur heim þá bara fer þetta óvart inn á Google og safnar saman og nemendin hafa alltaf myndir af einhverjum gömlum húsum, flottum glösum, sniðri hárgreiðslu eða hvaða nú sem þú ert að kenna. Hérna ég með þannig heimildasafn, það heitir Digo, í hversins ég sé áhugaverða grein, hvort sem hún er í símanum, ég er að lesa hann í símanum mínum eða í fartölunni, þá smett ég bara, set í safnið undir námskeiðið fullorðnu námsmenn og aðstæði þeirra og þá er þetta komið í leslista hjá nemendum mínum. Og þannig að leslistin er alltaf nýr með fullt af nýju efni og ég get dreift í til nemenda. Og svo hérna, þú veist, ekkert mál að safna saman yfirliti yfir góð myndbönd sem ég finn á YouTube eða búa þau til sjálfur og svo sjálfsögðu þarna þessi vefur hérna. Þá áttu núna að koma mynd af ykkur hérna En sem sagt, það er komin þetta passaði ekki okkur, timing var hérna, það þið þekkið þess með þessa vefsíðu, það skipta út. En sem sagt, þetta er þessi vefumynd og það reyni ég að blogga. Ef ég held svona erindi þá set ég erindi þarna inn og ég skrif einhver texti viðbót. Þannig að frá því að þegar ég var talað svipað efni með nemendur, þannig er ég Þannig ég er búinn að setja hérna glærusýninguna og þarna og mynd af ykkur. Þannig þið getur sótt það, vil ég rifja þetta upp og svo bæti ég við efni þarna svona næstu 2-3 dögum. Ef þið hafi áhuga að lesa þetta. Og hvar finnur þetta? Ég skal bara sýna þér það. Það er hérna námfullorðinna.is. Og sem sagt, bara 4 punktur svo í búin. Félagsmiðlar auðvelda nemendum að fylgjast með því og axla ábyrgð á eigin námi. Við getum nota félagsmiðla til að auka upplifun nemenda okkar af því að vera tilheyra hópnum.
Við getum nota félagsmiðla til að gefa þeim tækifæri til að búa til hluti og við getum nota félagsmiðla til að koma námsefninu okkar á framfæri, hvort sem við bjögum það til að miðla annarra manna námsefni. Hvernig þú gerir þetta, kíkt á námfullorðna.is, þar finnur þú svolítið af leiðbeiningum og slóðum. Ok, ég er búinn. Þakka þér fyrir, Hróbjartur. Einhver spurning til hans? Nei. Allt alveg kristaltært. Nú, þá ætla ég að hleypa. Þið fáið ekkert að koma að stað, strákar minn, ég var búin að segja nei.